Bjarki Ármann Oddsson, þjálfari Þórs. Velkomin Bjarki. Stórdagur á morgun, Tindastóll, sannkallaður Norðurlandslægur. Hvernig er stemmingin? Bara stemningin mjög góð, bara alltaf gaman þegar þessi tvö lið mætast og ég bara býst ekki við öðru en hörkuslag eins og venjulega bara. Það er sorglegt að þessi tvö lið skuli mætast á þessum tímum. Mega bara vera 100 áhorfendur. Þetta er náttúrulega, þetta er svona barátta, þetta er viðureign sem eiga að vera 300-400 manns. Já, algjörlega, og stólarnir hafa náttúrulega verið svo duglegir að sækja okkur heim þegar leikirnir eru hér og það er bara leiðilegt að geta ekki tekið á móti þeim svona í einn stórum stíl og við hefðum viljað og en það er bara að kaupa streymi á Þórsport TV og Guðmi bróðir verður örugglega með einhverjar skemmtilegar lýsingar fyrir stuðningsmenn stólanna líka. Hann mun ekki klikka. Pottþétt ekki og ég hef svo sem ekki verið mikið að hlusta á hann sjálfur þar sem ég hef verið upptekinn við önnur störf á meðan en mér skilst þetta séu skemmtilegar lýsingar. Segjum Bjarki, hvernig er stemmingin eftir síðasta leik? Þið unnu gríðarlega mikilvægan sigur á Grindavík. Eru menn ekki, þeir eru ekkert að láta það trufla sig, heldur bara að taka allt það góða og jákvæða úr þeim leik og færa það yfir í leikinn á morgun? Já, auðvitað, ég meina, ég var að ljúga, ég myndi ekki segja að leikmennum var kannski létta að vera búin að ná í fyrsta sigurinn og það kannski líka bara sýnir þeim hvað þeir geta og bara eins og í síðasta leik við þurfum bara að fá framlag frá mörgum og það var aldrei að vita en við getum ekki bara lagt stólana á morgun. Þetta sigurinn á móti getur ætti að vera bara upp á einhverju meiru og góðu? Já, vonandi og sýnist liðið vera að stefna í rétta átt en hver leikur á sinn líftíma og hvað gerist á morgun klukkan 7 og næstu 40 leikmínútur þar á eftir, það verður bara spennandi að sjá. Ég hefði kannski átt að byrja á því að spyrja í upphafi en það er allt í lagi, maður fer svona athyglisbrestur fer mann út og suður upp og niður og hingað og þangað. Við Þórsarar getum náttúrulega stært okkar að því núna að vera með sögræking sem körfuboltamann Þórs og íþróttakarl Þórs. Þannig að hann verður í framboði sem, framboði, hann verður tilnefndur sem til íþróttamanns Akureyrar 2021, það er gaman að því. Já, sjálfsögðu, Ragnar búinn að vera hjá okkur núna í nokkur ár og hann er gaman að segja frá því að hann á nú eyfirskar rætur og svo það er ekki verra sko. Og stólarnir getur nú kannski eignast sér hann líka að einhverju leyti en við erum þetta rosalega stolt af íþróttakalli Þórs og Ragnar er auðvitað frábær leikmaður og frábær fyrirmynd og hann er auðvitað búinn að bæta sér helling á þessu tímabili og vaxi og stækkaði í sitt hlutverk sem hann hefur leyst af með prýði. Skulum ekki rifja upp hvernig leikur Þórs og Tindastóll fór þegar við fórum á Krókinn í síðasta vetur. Það var eitthvað sem við þurfum ekki að rifja upp strax. En við höfðum betur þegar að stólarnir komu hérna í höllina síðast, það er ár síðan í janúar. Og þar átti Ragnar góðan leik með 10 stig og 8 fráköst. Já, algjörlega, Ragnar var frábær í þeim leik og gott ef það var ekki fyrst eða annar sigurinn okkar á tímabilinu. Þá setti svolítið tónin fyrir okkur þar sem koma skal eftir það og vonandi bara getum við náði annan sigur hér á stólunum bara strax á morgun en leikurinn úti var þetta mjög erfiður og ég er búinn að undirbúa liðið mitt fyrir það. Þeir spiluðu mjög fysikal við okkur og við bara náðum ekki að matcha þeirra orkustig og það er eitthvað sem við verðum að laga og vera alveg klárir með á morgun. En það er alveg deginljós, alveg sama hvernig liðin eru eða voru þá. Þetta er allt nýtt í dag og bæði lið í fullu fjöru og hörku formi þannig að þetta verður alvöru leikur. Já, þetta verður hörku bara og bara hlakka mikið til. Og stólarnir náttúrulega sko, þeir eru búin að lenda í því að vera í sóttkvöldleysa strákarnir þannig að þeir eru mikið tillökun á þeim að komast loksins á völlinn. Já, algjörlega það er tæpur mánuð sem þeir spiluðu síðast og þeir getur ekki beðið eftir að komast aftur á gólfið. Þeir voru akkurat flengtir af nöfnum okkur frá Þorlákshöfn á sínum heimavelli með 40 stiga tapi og ég er alveg handviss að þeir vilja hefna fyrir það tap bara strax í næsta leik. En þú ert búinn að stilla strengina hjá sjálfum þér og strákunum þannig að allt klárt á morgun? Já, við undirbúum okkur eins best og við getum bara. Við hvetjum áhorfendur til að fylla þennan 100 manna kvóta og ekkert minna en það. Sjálfsögðu, ég er bara hlakka til að sjá þá sem mæta og aðra bara í gegnum skjáinn. Bjarki, gangi vel. Takk.